Vilborg, skellur hérna út í Keflavík, það var eins og þið hefðu einhvern veginn aldrei náð svona ykkur á strik í kvöld, er það rétt metið hjá okkur? Já, eða þú veist, við eigum hann eitthvað smá rönn í þriðarleik þar sem við náum þessu niður í, þú veist, 6-4 held ég. En þú veist, við byrjum leikinn ömurlega og þú veist, ég veit það ekki, við erum náttúrulega ekki búin að spila í mánuð og þær eru heldur ekki búin að spila í mánuð. Við áttum held ég bara ekkert skila á að vinna þennan leik með effortinu sem við lögum í dag, þannig að. Lára var að bera ykkur svolítið í fyrri, svona, eins og það vantaði sárulega, fleiri myndu bara hreinlega þora að taka skarið. Já, það er bara eiginlega gangur leiksins, við þorum ekki, við gerum ekki. Lára kemur inn á sitt held ég 3 þrist í röð, 11 stig á 2 mínútum sem bara geggja og sýnir hvernig við eigum að gera þetta skilurðu. En það þurfa bara fleiri að taka undir með henni. Það þýðir ekki að dvelja of lengi við þennan því að næsta dagskrá er stór leikur, það er toppslagur við Fjölni. Svona áður en hérna lengra er haldið, hvernig svona leggst hann í þig svona fyrir fram? Bara mjög vel sko, þú veist við unnum þær í framlændarleik í bikarnum og það, ég held að, þú veist, ég get allan orðað fyrir það að við höfum aldrei spilað jafn vel sem lið skilurðu í þeim leik og vonandi bara komum við með það aftur af því að við þurfum að vinna þann leik. Framundan er hörku barátta, það er búið að færa bikarinn en að liðin eru fókuseruð á deildina í augnablikinu. Það eru dýrmætt stig í boði á næstu misserum. Já, bara mjög dýrmætt og eins og ég segi, þú veist, það eru öll liðin í þessum deild geta unnið alla og það fer bara eftir hvernig hún mætir leikina og við þurfum bara að gera betur en þetta í dag. Takk fyrir þetta Vilborg, vegna ykkur vel í framhaldinu. Takk fyrir.